byrja hinn á þennan aðferð. Já, ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 3. október 2018. Þetta fundur númer 725 og ég segi fund settan. Og það 11 mál á dagskrá og þessu sinni ein fundagerð frá bæjaráði, féll niður bæjaráðsfundi síðasta fimmtudag vegna landsþings sambandískra sveitarfélaga á Akureyri. Við tökum hana fyrst fyrir þessa einu fundagerð sem hér frá bæjaráði, síðan koma 4 fundagerðir frá nefndum bæjarins og svo það 5 fundagerðir til kynningar og loks eitt það sem kallar almennt erindi og það eru kosningar í nefndir og ráð. Við hefjum þá leikinn og fyrsta dagskráni fundargerð bæjaráðs Mosfellsbæjar númer 1367. Sá fundur var haldinn 20. september síðastliðinn og ég gef orðið laust. Það voru alveg 6 mál á dagskrá en það kveður sig engin hljóðs. Jú, fyrir ekki Sveinn Óskar Sigurðsson, gjör svo vel. Það ekki fyrst fyrir dagskrálið? Það fyrsta málið, já, bæjaráðsfundur frá 20. september. Gjör svo vel. Forseti, umræðan sem ég ætla að taka upp varðar Skálatún. Það var dagskrárliður 5, ekki rétt? Jú, 5. mál. Þar kom fram drög að samningi, bráðabirgðasamningi einhvers konar við Skálatún og undirritaður það sem hér stendur lagðir fram bókun og undir lok fundarins var nú aðalumræðuefni lengd bókunarinnar og í tilefni þess að þá myndi ég vilja fara aðeins yfir það mál varðandi lengd bókunarinnar. Þetta fer nú áfram innan þessa máls. Þá ég að tala það að í samþykktum bæjarins ekki tilgreint neinn sérstakur orðafjöldi varðandi bókun. Og ég fór nú yfir talsvert á fundagerðum til þess að athuga hvað eðli máls en svo aflaði mér upplýsingar vinnureglur Reykjavíkurborgar og þar komin í raun og veru einhvers konar mótað vinnulag að það séu þá 200 orð í bókum. Ég sendi bæjarfulltrúum þetta og ásamt skýringum varðandi þessa bókun og síðan kemur í ljós að undir þessum dagskrárlið á bæjarráðsfundinum var fundi slitið að beiðni meirihlutans og undirritaður hann greiddi því gegn atkvæði þeirra að það yrði slitið fundi enda hafði hann áhuga að reyna að afgreiða dagskrárliðin. Þetta var að ræða samning við Skálatún. Skammtíma samning sem ekki fullnægjandi að mínu mati. Ég ætla ekki að fara yfir það núna, þetta mál heldur áfram og væntanlega fer ég þá betur í málið þegar það komið lengra. En ég árétta þetta varðandi bókanir og annars slíkt, enda það bæjarstjórnar að breyta það samþykkt sem myndi að miða því að skýra þessar vinnureglur betur og fundarsköp bæjarins. Einhverjir aðeins sem vilja ræða þetta mál. Þetta var númer 5, hér framlag 2018 vegna Skálatúns og svo ekki en eitthvað í annað í fundagerð, einhver önnur mál sem menn vilja ræða. Svo virðist ekki vera, þá umræðum þessa fundagerð lokið
og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér sem upp hönd og hún samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Og þá komið að fundargerðum frá nefndum. Það voru 4 eins og ég sagði áðan. Við byrjum á fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar. Þessi nefnd hélt fund 20. september síðastliðinn. Við gefum orðið laust um hana. Það, já. Valdimar Birgisson, gjörðu svo vel. Á fundunum þá lagði hérna C-listi og S-listi frá bókun ásamt áhöfnafulltrúa nefndarinnar eins og það segir í bókuninni. Er það að leyfa mér að lesa bókunina með leyfi forseta? Gjörðu svo vel. Minni hluti C- og S-lista ásamt áhöfnafulltrúa nefndarinnar hörmum vinnubrögð meirihluta D- og V-lista fjölskyldunefndar við afgreiðslu og tilnefningar til jafnréttisviðurkenningar Mosfellsbæjar 2018. Æskilegt hefði verið að gefa nýkjörnum í fjölskyldunefnd ríflegri tíma til að vinna faglega málum. Ég ætla ekki að reifa þetta mál mjög mikið. Það kemur fram í bókuninni að þetta var skammur fyrirvari sem var gerður á þessari viðurkenningu og það virtist vera sem ákvörðun hefði átt að taka í tölvupóstsamskiptum, en það var haldinn fundur og máli klára þar og við erum svona bara hvetja til þess að vinnubrögð verði með góðum hætti hér eftir. Takk. Já, Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem upp undir þessu sama eina máli sem var á dagskrá þessa fundar, en það var þessi fundur aukafundur í nefndinni sem var haldinn eftir að fulltrúi minnihlutans eiginlega fyrir hendingu áttu þess að það voru umræður þessa útnefningu vegna jafnréttisviðurkenningar. Þetta snýst kannski ekki, þetta mál snýst ekki viðurkenninguna sjálf út af fyrir sig, heldur hvernig er undirbúin svona ákvörðun, hvernig nefndin vinnur að henni og tekur og kemst að niðurstöðu það hverjir eru þess verðugir að hljóta jafnréttisviðurkenningu Mosfellsbæjar á hverjum tíma og það er mjög mikilvægt að vanda til verka þar og þar komu öll nefndin að og að ákvarðanir séu teknar á lögmætum fundum því að þessi nefnd hefur engin völd utan funda og það að ætla að ákveða svona sem í mínum huga er mjög mikilvæg viðurkenning, jafnréttisviðurkenning er mjög mikilvæg viðurkenning í mínum huga og það er staðið til að eiginlega svona rumpa þessu af í gegnum tölvupóst finnst mér líka bara sýna viss virðingarleysi og þá kannski sérstaklega við þá sem áður hafa fengið þessa viðurkenningu frá bænum. Þannig að þetta var ástæðan frá okkar bæjardyrum séð varðandi þessa bókun og ég hef fullt að trúa því að verklagið kringum þetta verði skoðað, þannig að ég ætla ekki að segja mjög fleira þetta núna. Já, Rúna Bragi, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæði fulltrúar, það er undir þessu sama máli. Á þessum fundi var einnig bókun frá D- og V-lista sem ég með leyfi forseta, ef ég mætti þá bara að lesa líka. Bókun D- og V-lista þýðir alfarið hafnað að vinnubrögð við afgreiðslu tilnefningarnar hafi verið áfátt en var við afgreiðsluna fylgt sama framgangsmáta og hefur verið gert áður í fjölskyldunefnd. Þá voru allar upplýsingar fyrirliggjandi sem þurfti til að afgreiða máli svo að tillaga starfsmanna sem fara með þennan málflokk hjá sveitarfélaginu.
Mér langar að segja ykkur frá því líka að þetta ekki fyrsta skipti sem að þetta gert með þessum hætti í fjölskyldunefnd. Þetta var ákveðið á síðasta kjörtímabili að auglýsa eftir tilnefningum. Það barst ein tilnefning og hún var síðan afgreidd og sendur tölvupóstur þar sem að það var aðeins ein tilnefning og sannarlega var sú tilnefning átti hún rétt á sér og við viljum bara nýta tækifærið og óska fyrirtækinu til hamingju með þessa tilnefningu. En það að þurfa að boða til fundar vegna þess að við erum ekki endilega og Mósesbær ekki við erum að veita viðurkenningu. Þetta ekki stjórnsýsla ákvörðun sem við erum að taka, heldur við erum að veita viðurkenningu. Þannig að við höfnum því alfarið að þetta hafi ekki átt rétt á sér. Þetta hefur gerst áður, ekki oftar en einu sinni, að svona hafi verið afgreitt í gegnum tölvupóstsamskipti. Já, Valdimar, gjörðu svo vel. Herra forseti, þakka bæjarfulltrúa Rúnari fyrir þessi svör og alveg rétt hjá honum að það er alveg ástæða til að óska þessu fyrirtæki til hamingju með þessi verðlaun og við sem höfum hingað komið og mótmælt þessu vinnubröðum eru ekki að gera athugasemdir við þetta fyrirtæki eða val á því, alls ekki. Það er bara þannig í sveitarstjórnarlögum að það segir að allar ákvarðanir skulu taka á fundum. Það á bara að vera regla. Þannig að bara reyna að fylgja því hér eftir. Það var ekki gert í þessu tilfelli og það skiptir ekki máli hvort að fyrri stjórn hafi ákveðið að gera það. Það er jafn, ég ætla ekki að nota orðið ólögt, það er jafn vitlaust hvort það er. Það á ekki að gera. Ákvarðanir eiga að taka á fundi og þetta er vissulega stjórnsýsla ákvörðun. Allar ákvarðanir ráðsins eru stjórnsýsla ákvörðun. Takk. Já, takk fyrir Kolbrún. Þú erum að reykja svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, það sem ég var formað þessar fjölskyldunefndar í mörg ár á síðasta kjörtímabili og þar síðasta, að þá kannski vil ég bæta við það sem hér hefur komið fram að það er ekki venjan, sannarlega ekki venjan að svona tilnefningar séu afgreiddar í gegnum tölvupóst. Það var gert í þessu tilfelli og það hefur verið gert áður undir sama, þegar það hefur bara verið ein tilnefning og það hefur þurft að vera afgreitt með þessum hætti. Að sjálfsögðu er þetta ekki reglan, það á ekki að gera þetta svona, það á að sjálfsögðu að gera þetta á fundum. Í þessu tilfelli barst að mér skilst tilnefningin seint og þarna var verið að halda þing og þarna lá fólki á bæði jafnréttisdag og jafnréttisþing og jafnréttisdag Mosfellsbæjar. Engar afsakanir, ég er ekki að afsaka eitt eða neitt hérna, að sjálfsögðu á að afgreiða svona hluti og einmitt að virðingu við viðburðinn sem er mikilvægur, að þetta sé afgreitt með þeim hætti að allir komið að borðinu og allir samþykju og allir sem að þá lyftir viðburðurum þá upp á það plan sem hann á skilið að vera. Staðan fyrir að við séum í rauninni að takast á með þetta núna eftir á og þetta varpa þetta pínu skugga á viðburðin að þetta skildi koma upp og þarna þurfti að hlaupa á stað og boða til fundar á miðju í lok jafnréttisþings. Þannig að svona, þetta var pínu upplaup og uppþótt sem að kannski hefði ekki þurft að vera. Ég skal algjörlega bara játa það að við hefðum að sannlega geta gert þetta með betri hætti og ég veit að þetta er ekki til eftirbreytni og alls ekki hátturinn sem hefur verið hafður á öll þau ár sem ég var formaður fræðslunefndar. Það kom þetta aldrei til en ég veit að einhver staðar í sögunni mörg ár aftur þá hefur þetta gerst í undantekningartilfelli og ég held að í þessi tilfelli hafi þetta einmitt verið undantekningartilfelli af því að þetta hefur alltaf verið tekið fyrir á fundum og okkur finnst við erum stolt af þessum viðurkenningum. Það skiptir okkur máli og við viljum að það fái þann sess sem það á skilið, þannig að maður afgreiði ekki bara svona í einhverjum tölvupósti en mér skilst að þarna hafi komið til þess af einhverjum ástæðum sem voru þess eðlis að það þurfti að gera þetta svona, sem ég get ekki útskýrt frekar en að sjálfsögðu erum við ekki að fara að beita og nota þessar aðferðir og alls ekki til þess gert
að fólk haldi að hér sé ekki unnið vel og til svona bókana þurfa að koma og annað slíkt. Þannig að auðvitað þetta varpar þetta aðeins skugga, en ég fullyrði það að mín reynsla sem formaður þessara nefndar er svo að það hefur ávallt verið sá háttur hafður á að við reynum að gera þetta með þeim hætti sem að samkvæmt öllum reglum og lögum og þeim virðingarstatus sem þessi viðurkenning á skilið. Takk fyrir. Nú, það kveður sig engin frekar hljóðs fundargerð fjölskyldunefndar frá 20. september, þannig að við göngum til atkvæða. Samþykkja hana. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í næstu nefnd sem er fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Hélt fund 25. september síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Anna Sigríður. Síðan Valdimar. Forseti, ég ætla að koma bara upp þetta eiginlega undir fundunum sjálfum ef að það er leyfilegt. Almennt, já. Það er þannig að fræðslunefnd hefur fasta fundadaga eins og eðlilegt er og nauðsynlegt er í svona starfi eins og er verið að vinna hér í nefndunum. Fólk gerir þá skipuleggur tíma sinn í kringum þessa fundadaga. Þess vegna er mjög óheppilegt þegar svona allar nefndir, en ég er náttúrulega, þetta er kannski ekki alveg hlutum, ég finnst það sérstaklega slæmt þegar fræðslunefnd og fjölskyldunefnd að það er fyrir að breyta fundadögunum. Og þetta, eins og okkur grunum, þá snýst þetta minn áheyrnarfulltrúa í nefndinni sem fékk ekki pössun þennan dag og við höfum náttúrulega ekki varafulltrúa. Þannig ég vil bara, ég er alltaf ekki að fara ég er ekki komin hér í pontu til þess að snafa ykkur slagsmál út af þessu. Ég held bara að það verðar leita allra leiða til þess að vera ekki að flytja fundadaga vegna þess að það eru alls konar ástæður hjá fólki, aðstæður og það eru örugglega fleiri en áheyrnarfulltrúi Samfylkingar sem geta lent í vandræðum ef að vera að flytja fundadagana þeirra. Þannig ég vildi bara koma þessar ábendingu á framfæri undir fundargerð fundarins. Já, einhver sem vil ræða þetta atriði sem komið inn á? Já, verður svo vel, komum. Jú, forseti og bæjarfulltrúar, ég skal algjörlega játa það að okkur er það mikið mun að hafa fasta fundartíma öllum nefndum og öllum nefndum bæjarins, allavega þessum nefndum sem ég hef komið að höfum við lagt okkur fram við að halda okkur við fasta tíma. Ástæðan fyrir þessari færslu var bara var þingið, sambandsþingið á Akureyri og við þurftum nauðsynlega að halda samt fund í þessari viku. Og við reynum þegar það er breyting og ég ætla að vona það að það þurfi ekki að koma til breytinga oft í vetur eða þessu kjörtímabili en ástæðan þarf að vera nokkuð góð og þegar við breytum fundartíma þá færum við hann yfirleitt fram dag og þá reynum við að láta og gerum það að láta vita í tíma þannig að fólk geti gert ráðstafanir og láta alla vita. En við reynum samt sem áður að gera þetta ekki. Þetta á ekki að vera svona, þetta á að vera alltaf, við erum alltaf á miðvikudum á móti bæjarstjórn en þarna þurfti að færa til að því að við vorum að fara svo margir bæjarfulltrúar á þetta landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga og við þurftum að halda fund. Það er bara okkur lág á að halda fund en ég skal algjörlega taka undir þetta og það er mikill missir af áheyrnarfulltrúa Samfylkingarinnar inn í fræðslunefndinni þannig að þannig að auðvitað eiga allir að fá upplýsingarnar þetta í tíma ef við gerum þetta en við reynum að koma veg fyrir þetta eins og mögulega getum. Gjör svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, ég gerði mér alveg grein fyrir því að ástæðan var sú að formaður nefndarinnar var á leiðinni með þeirri sem hér stendur á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga á Akureyri sem er hvað ég segja, mjög mikilvæg ferð og mikilvæg fundur en þá bara bendi ég á við erum með varamenn. Það er varaformaður í þessari nefnd, það eru allir með varamenn nema áheyrnarfulltrúarnir. Þeir hafa enga varamenn. Þannig að mér finnst ekki alveg nógu
nógu góð skýring að formaður nefndarinnar gat ekki verið á fundunum. Það er varaformaður í nefndin og allir fulltrúar hafa varamenn nema áheyrnarfulltrúarnir. En svo ætla ég bara ekki að hafa fleiri orðið það í bili. Takk. Já, verðist ekki fleiri vilja að ræða þetta atriði fundarins en eitthvað í fundargerðinni sjálfri. Það var eins og ég sagði 3 mál á dagskrá. Valdimar, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem undir liðnum 2 Viðhald Varmárskóla aftur. Ég ætla nú ekkert að fara að reifa þetta mál en frekar. Það hefur verið gert hér oft í pontu og meðan þess þeim sem hér stendur. Það sem að við C-lista eða fulltrúi C-lista í nefndinni gerði athugasemdir við að ekki var lögð fram skýrsla minnisblað Eflu, ekki skýrsla, þetta minnisblað Eflu frá því í júní 2017 og hún var fylgdi ekki fundargögnum og svona gera athugasemdir við það. Það er eiginlega betra í stjórnsýslunni og í þessum fundum að það séu lagðar fram fleiri gögn heldur en þær og þannig að nefndarmenn geti áttast á því hvað er að gerast. Við höfum fjallað um þessa skýrslu áður og þá hefur komið fram að það eru svona einhver handtóm á því hvernig hann var registrerað í skjölum bæjarins og þannig að það hefði verið alveg full ástæða til að leggja hana fram þarna og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka okkur á hér í Músum að gögn séu lögð fram og ég held að það hefði verið mjög gott að fá þessa skýrslu þarna fram sko. Takk fyrir það. Já, einhverju sennilega ræða þetta mál, það er mál nr. 2 svo er ekki en einhver önnur mál þarna 1 eða 3 fundargerð fræðslunefndar, gerðu svo vel Kolbrún. Forseti, mér langar aðeins að nefna bara mál nr. 1. Við byrjuðum reyndar þennan góða fund á því að fara upp í Helgafellsskóla og skoða húsið. Mér langar bara svona að segja frá því að hérna var mikið margt af nýtt fólk í nefndinni sem að fekk góða kynningu og skoðunarferð skólann. Það var virkilega ánægjulegt og þarna gengur náttúrulega mikið á og framkvæmdum miðar vel. Og þannig það var bara mjög ánægjulegt að við bara hittum starf frá og komum síðan hingað niður til og héldum áfram fundum mjög góð svona, já, bara gott og gaman að koma þarna upp yfir og sjá hvað vel gengur í Helgafellsskóla. Þannig að það var bara það sem ég vildi nefna. Já, orðið er ennþá laust, fundargerð fræðslunefndar. Nú, það kveðist við ekki frekar hljóðs, þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð. Þeir sem samþykkja hana eins og einstakmál fyrir með sér er rétti bönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við menningamálin. Það var fundur í menningamálunefnd Mosfellsbæjar 25. september síðastliðinn og það voru 2 mál á dagskrá og orðið laust. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir máli nr. 1 og mér langar til þess að byrja það fyrir eitthvað svona mismunandi, já ég veit ekki, þegar ég las bókun fundarins, bókunin er svona samþykkt að fela forstöðumanni bókasafns og menningarmála að undirbúa opinn fund menningarmálanefndar þann 16. október næstkomandi. Nú langar mér bara að spyrja einhvern sem að veit mun meira þetta mál, ég hvað felst í þessari bókun. Þarna verið að tala hefðbundin opinn fund nefnda þar sem að nefndin ætlar að taka fyrir eða hefja vinnu við stefnumótun, hefja vinnu við mótun stefnu í menningarmálum eða er þetta einhvers konar annars konar fundur? Mér finnst þessi bókun dálítið óskýr og nema þá að ég sé bara svona skilningssljó. En ég tók það sem svo þegar ég las þetta að þetta lagi þarna baki þarna væri verið að halda opinn fund eins og til dæmis umhverfisnefnd hefur haldið með góðum árangri og fjölskyldunefnd og fleiri.
En svo heyrist mér á fulltrúum sem voru á þessum fundi að það sé kannski eitthvað aðeins mismunandi skilningur á því hvað felst í ákvörðun nefndarinnar. Takk. Já, Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Forseti, út af þessu máli, ég reyndar ekki meðlimur í þessari nefnd, en eins og ég skildi niðurstöðu fundarins, eða allur hægtur, já, niðurstöðu fundarins, að þá snýst þetta mál endurskoðun menningarstefnu Mosfellsbæjar og líka tilkomin vegna ákvörðunar bæjarstjórnar Mosfellsbæjar á síðasta kjörtímabili að vísa stefnumótun Hlégarð til nefndarinnar og mér skilst að umræðan hafi snúist það og til að svona, já, eins og þetta var lagt upp að útvika þá vinnu þar að segja að nýta tækifærið og yfirfara og endurskoða þá stefnu sem sveitarfélagið hefur menningarmáli hér í sveitarfélaginu með áherslu á Hlégarð. Þar að segja að Hlégarður væri kannski áherslu atriði þeirri endurskoðun. Ég held að þetta sé góð nálgun. Ég held að eftir á að hyggja sé dálítið þröngt að ræða bara Hlégarð einan og sér vegna þess að Hlégarður teygir anga sína í ýmislegt annað og það var hér unnin ágætis stefna hér fyrir svona 10 árum síðan menningarhús, Hlégarð, nýtt menningarhús sem hefur staðið til að reisa í miðbænum, menningarás sem var skilgreindur hér svona frá Bjarkarholtinu og niður í Álfarsfoss og svo náttúrulega tengist þetta bara annarri menningarstarfsemi í bænum. Þannig að mér fannst þetta, þegar ég heyrði þessa nálgun fyrir þennan fund, þá leist mér mjög vel á hana og ég skil niðurstöðu fundarins og ég skil alveg tekið undir það, það hefði örugglega mátt aðeins hafa þessa bókun skýrari, að það sé verið að boða opinn fund menningarmálanefndar til þess að safna í sarpinn fyrir þessa stefnumótun. Ekki ósvipað var gert varðandi málefni aldraða og umhverfisstefnuna og að fá ráðgjafa frá KPMG til að stýra þeim fundi, heldur enda það sama og hefur stýrt hinum fundunum og nota sama fyrirkomulagi, þar að segja tæknina, open kaffi World Kaffi heitir það, já. Og síðan að vinna þá úr því verkefni, en þá þið til þess að vinna úr því þið fengin einhver sem hefði meiri sérþekkingu á menningarstjórnum til þess að koma með einhvern efni þá inn í nefndina til úrvinnslu eða ákvarðanatöku. Þannig skildi ég þessa niðurstöðu, þennan fund og þessa umræðan þetta mál og ef þetta réttur skilningur sem ég held að sé, þá finnst mér persónulega þetta mjög góð nálgun við verkefni og betri kannski en við vorum að fílósofar hér vor eða síðla vetrar síðastliðin þar sem við vorum svona svolítið að horfa til Hlégarðs, en Hlégarður klárlega mjög mikilvægt element inn í þessa stefnumörkun alla saman og enda var, held ég, talað um það að það sérstök áhersla á stefnumörkun Hlégarð í þessari vinnu. Rítari nefndarinn reyndar hérna líka, rítari bæjarstjórnar, þannig að það líka hægt að leita til hans. Já, það Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Ég heyrði það ekki mótmæla, þannig að ég gera það sem náttúrulega rétt. Forseti, ég þakka bæjarstjóra fyrir greinargóð svör, þannig að þetta skilningur eins og ég upphaflega lagði í þessa bókun og ég hingað komin bara til þess að lýsa því yfir að ég held þetta sé betri leið, ég held að sé vegna þess hlutveg sem allavega þeir sem sátu í fyrri bæjarstjórn, þar var mjög mikill samhljómur það að fólk vildi veg Hlégarðs sem vestan og bestan.
þannig að hann svona skipi og starfsemi þar skipi svona einhvers konar, ég kann kannski ekki segja heiðursess, en sé svona einhvers konar miðpunktur menningarinnar í bænum. Nú er komin ný bæjarstjórn og maður veit ekki náttúrulega alveg hvernig allir eru stendir í því, en ég er nú samt trú að því að flestir sem situr við þetta borð hafi svipaðar skoðanir. Þannig ég held að það sé bara þáttu gott einmitt að víkka út þetta og kannski vorum við með of mikla rörsýn þegar við vorum að ræða þetta á vormisseri, að það sé betur að útvíkka skoðunina og hafa menningarstefnuna alla undir til þess að hafa svona, koma bara með fersku augu á hana aftur og hafa betra flæði og samræmi í því og það að byrja þetta á svona opnum fundi þar sem er safnað saman hugmyndum eins og aðra nefndir hafa gert, eins og ég nefndi áðan og bæjarstjóri nefndi líka. Það held ég að sé bara mjög gott að reyna að fá sem flesta bæjarbúa inn á svoleiðis fund til þess að hvað nú orðið, íslenska orðið, hafa hugarflæði og safna hugmyndum og þannig ég býð bara spennt eftir þessum fundi og ég ætla að mæta. Já, Valdimar Birgisson, gjör svo vel. Herra forseti. Já, bara örstutt, það var nú komið allt fram sem að ég ætlaði nú að tæpa á hérna. Ég segi eins og bæjarfulltrúi Anna að við þegar við sáum bókunina þá skildum við ekki alveg hvað hún gekk út á og vorum svolítið hissa að þetta ætti að fara yfir svona víðfært svið líka og á svona stuttum tíma. En svo fengum við mjög góða greinargerð á því hvað þau farið fram á þessu fundi, góða glósur og þá þegar maður las það þá féll þetta heim og saman og mér líst mjög vel á þessa aðferðafræði. Það er að segja að fara og spurja eiginlega bæjarbúa líka hvað þeim finnst og fá hugmyndir þaðan frá þessu World Kaffi fyrirkomulag sem það er eiginlega gengur út og það að fá svona hugmyndir frá fólki og deila hugmyndum á milli þannig að það þróist og þetta er mjög góð aðferð. Eina sem er náttúrulega stuttu tími og ég ger mig grein fyrir, nú er ekki að fara út af því heldur, það er bara stuttu tími sem við höfum þegar við þurfum að koma ykkur ekstra fyrirkomulega á hlékar. Það er svona eina sem að mér er svona vera að þessu. En engu að síðu þá held ég að þetta sé rétt nálgun að fara, spurja bæjarbúa, fá hugmyndir, leyfa þeim að gerjast og líka að koma þessu húsi, hlékar, í nokkun, að gera þetta að menningahúsi og það sem fyrst. Það held ég að sé mjög gott mál. Stefán Ómar, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég tek undir það sem er búið að koma hérna fram hjá þeim sem voru í ræðustóla undan mér með þetta. Það sé mjög gott að við förum í hugarflugsfund skipan þessara mála, hvernig við viljum byggja þennan málaflokku upp í bænum og þessi fundur verði þá upphæfð af því og nefndin mun þá bretta væntanlega upp ermarnar í framhald af þessum fundi og vinna úr því sem að þar safnast. Ég er að skilja þetta svoleiðis og eins og aðrir. Það var svolítið erfitt að ráða í bókunina per se en það er mjög gott að þetta liggi bara fyrir með þessum hætti og einmitt bara frábært að kalla breiðan hóp að og vonandi verður bara vel mætt á þennan fund og hann verður þá bara vel auglýstur og fólk hvatt til að mæta. Takk. Já, mér langar að segja nokkur orð um þetta mál. Það er búið að koma fram hjá öðru bæjarfulltrúum hvernig málið er vaxið og ég held að við séum öll sammála það í bæjarstjórninni að þetta sé þarfasta mál. Það er að segja að ræða menningarmálin á svona breiðum grundvelli, ekki eingöngu í hlégarð, en hlégarður auðvitað skiptir þar miklu máli og leikur stórt hlutverk, en þetta tengist menningarmálum bara í víðum skilningi, leiklistinni, tónlistinni og fleiru. Þetta var mikið rætt fyrir kosningar en það er akkúrat bara að gera nýta tíman og halda slíkan fund sem hefur verið haldinn hér bæði hvað varðar málefni aldraðra og líka umhverfismál og það verður unnið úr því hvoru tveggja. Til dæmis á fundi umhverfisnefndar á morgun verður haldið áfram vinnu við umhverfisstefnuna
þar sem að bolti var gefin upp á þessum fundu, opna fundu umhverfismál sem var haldin hérna upp í framhaldsskólanum. Þessi fundur, eins og hér komið fram, það ætlaði að halda 16. október. Síðast ég vissi var ekki komið nákvæm tímasetning, en það mjög gott að bara almenningur mæta á fund. Það margt sem þarf að hyggja, ekki bara hlégarður, en eitt af því sem náttúrulega hlégarður og bæði framtíð hann, hvað var það reksturinn og húsið sjálft. Samningur í núverandi leigutaka rennur út næstu áramót, en þetta mjög gott skref hyggi og bara gott ef að Mosfellingar fjölmenni á hana fund, þannig að það verði svona stemning á þeim fundi sem verður síðan að vinna úr á borði menningarmálnefndar í kjölfarið. Vilja einhverju bæjarfulltrúar ræða mál númer 1 frekar? Það voru nú 2 mál á dagskrá þessa fundar í menningarmálnefnd 25. september. Svo verðist ekki vera, þá umræðan lokið og við göngum til atkvæði. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstaklega mál bera með sér og bennir rétt upp hönd. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kemur nú næsta nefnd sem að venju hefur svona fleiri mál á dagskrá. Það eru 13 mál. Það skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Fundaði 21. september síðastliðinn. Stór og mikil mál þar að það sko að venju einhverju sem vil taka til máls. Það Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mig langar til þess að vekja athygli á máli númer 11 í þessari fundargerð skipulagsnefndar Mosfellsbæjar sem að heitir aðalskipulag Mosfellsbæjar endurskoðun. Það var samþykkt á fundi skipulagsnefndar að fara í endurskoðun á aðalskipulagi Mosfellsbæjar sem gildi til ársins 2030. Okkur ber samkvæmt lögum og reglum að taka ákvörðun þetta innan árs frá kosningum og það svo sem ekki liðið langt frá kosningum, en það eru þó nokkur mál sem að að koma upp í þessari ágætu nefnd og víðar sem að við töldum þess eðlis að það væri ágætt að fara í þessa endurskoðun, fyrir utan það að ef við gerum ekki þessu kjörtímabili þá orðinn ansi knappur tími til þess að gera það á næsta kjörtímabili þar sem að núverandi aðalskipulag gildi bara til 2030. Þetta tekur langan tíma og stórt og mikið mál. Það þarf að ráða sérfræðinga til þess að koma að þessari endurskoðun og ég bind vonir við það að sú vinna verði hafin sem fyrst og að þetta skil okkur ennþá betra skipulagi í bænum okkar heldur en fyrir. Takk fyrir. Já, Stefán Ómar þetta sama mál númer 11 aðalskipulag Mosfellsbæjar endurskoðun. Forseti, ágættu bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir með Ásgeiri Sveinssyni, formanni nefndarinnar og þakka honum eiginlega fyrir þetta frumkvæði að þetta kemur á dagskrá og það er tekin ákvörðun þetta bara núna svolítið snemma að fara í þessa endurskoðun eins og hann kom inn á og þá þarf að taka þessa ákvörðun innan árs á nýju kjörtímabili. Það sé bara mjög gott að það sé búið að taka hana og náttúrulega vona það að bæjarstjórnin staðfesti þessa samþykkt nefndarinnar þannig að það verði bara haldið áfram. Og hann reyndar koma aðeins inn á það líka við þurfum það náttúrulega væntanlega með einhverjum hætti, það skýrist þá væntanlega á næstu vikum að tryggja það að það verði einhverjir byrjun á fjármunir sem geti farið í þetta því að þetta mun kosta eitthvað eins og þeir þekkja sem að hafa komið að þessu áður en bara ég fagna þessu. Takk fyrir. Haraldur, þú eru orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek undir orð þeirra sem hér hafa talað að ég held að það sé bara nánast nauðsynlegt að fara í endurskoðun á aðalskipulaginu, ekki endilega aðalskipulagið sem að fyrir sé eitthvað slæmt eða eitthvað gallað, heldur bara að það eru liðin þó nokkuð mörg ár síðan það
var staðfest hér eða endurskoðað hér á skipulagsnefnd og staðfesta bæjarstjórn og að manni finnst nú eins og það hefði gerst í gær, en svona bara líður tíminn hratt. Það hefur fjölgað mjög í bæjarfélaginu á þessum árum og svona fordæmalaus vöxtur í raun og veru og sér ekki alveg fyrir endan á honum svona næstu ykkur árin, jafnvel lengur og þannig að ég held að það sé svona út frá því sjónarmiði bara nauðsynlegt að fara yfir málin. Það líka ýmsar breytingar að gerast og svona margt í deiglunni hvað varðar atvinnumál hér á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að svona verða full nýtt með okkar atvinnusvæði, reyndar nýtt svæði á aðalskipulagi á Blikastaðalandi, sérst á Blikastaðalandi sem að er í skoðun og af eigendum þeirra sem þar eiga og en svona lóðir eða atvinnulóðir sem að Mosfellsbær sjálfur á eru að verða búnar, eru reyndar að fjölga þeim í desemíri en gerir ráð fyrir því að það verði töluverð eftirspurn eftir þeim, þannig að það þarf líka að huga þessu út frá á því. Það er ýmislegt líka gerst í svona okkar samgöngumálum, vegakerfi, almenningssamgöngum, umræðum borgarlínu eða almenningssamgöngur í sérrými sem að þarf að útvatnast í okkar aðalskipulagi ef það er vilji bæjarins. Þannig það er ýmis verkefni sem að hægt er að sjá fyrir sér að þurfi svona að ræða í þessari vinnu. Þannig að þetta okkur sé ekki til setunar boðið. Þetta tekur langan tíma í eðli sínu. Við heldum við höfum verið svona 3-4 ára þessu síðast og meira sér rann yfir kjörtímabil auglýsingin af með minnir og svo staðfestingin og það er sjálfsagt ekkert slæmt. Þetta er stórt og mikil stefnumarkun aðalskipulag bæjarins. Það er ekkert slæmt að 2 bæjarstjórnir koma að því og ég veit ekki hvort að það verður þannig núna, ég veit ekki hvað þetta tekur langan tíma, það verður bara reynslan að koma í ljós og þannig að það er svo ýmislegt annað eins og umhverfismál, náttúruverndarmál og svoleiðis hlutir sem við þurfum að yfirfara reglulega og svona athuga hvort að við séum alveg við séum svona takt við tímann og takt við það sem er að vera tækniþróun, náttúrulega byltingakenndar tækniþróun bæði samgöngum og öðru sem þarf að örugglega huga að í þessu sambandi. En mér var bent á það hér að það sem málið er þessi eðlið stórt mál að það væri eðlilegt að bæjarstjórn gerði sérstaklega samþykkt á grundvelli tillögu skipulagsnefndar og ég með orðalaga því sem að er nú stutt og laggott og ég er búinn að breytari fundarins yfir það undir höndum. En það hljóðar svo: bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir að ráðast í endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar og felur skipulagsfulltrúa að tilkynna þá ákvörðun til skipulagsstofnunar samanber 35. grein skipulagslaga. Þannig að ritari með þessa bókun undir höndum, ef við megum eiginlega fá hann að útskrifa þá var það sjálfsagt, en ættu nú að stýra sig sjálft. Forseti, þannig ég legg þetta fyrir fundin að greiða atkvæði undir þessu máli. Þú ræðir þetta mál áfram og þessa tillögu hérna, Sveinn Óskar. Þú er sendur mann frá, gerð svo vel. Forseti, já ég held að sé eins og menn hafa komið að skynsamlegt að ráðast í þetta og við svona styðum að þessa tillögu sem liggur fyrir. Það verið ágætt að fá samt svona innanbúða sýn dálítið á það hvar og hvert verður stefnt með þessu stóra skipulagi sem er aðalskipulag bæjarins og þá ég við Blikastaðina. Ég heyrði það nú á bæjarstjóra að það eru einhverja hugmyndir komnar varðandi það, en hvar sér hann og hvert sér hann bæinn vaksa svona í fljótu bragði. Vissulega mun þessi vinna stuðlaði því að koma því fram og koma hugmyndum að, en hvar sjá kannski skipulagsfulltrúar og sérfræðingar bæjarins að það sé færast að fara með bæinn. Já, Haraldur, gjörðu svo vel. Ég ætla nú ekki þessi vinna fer í gang og skipulagsnefnd mun ásamt sínum sérfræðingum
vinna að því að yfirfara og móta þessara nýja stefnu að varðar aðalskipulag bæjarins. Í dag aðalskipulagið þannig að það eru þó nokkuð mörg byggingarlönd sem að eru til aflögu fyrir Mosfellinga, ekki endilega byggingarlönd sem bærin á, en byggingarlönd sem að gert ráð fyrir að byggjast á Blikastaland eitt af þeim. Blikastaland skipt upp í annars vegar íbúabyggð og atvinnusvæði, og þegar ég talaði Blikastalandið áðan þá var ég að tala atvinnusvæði þyrst á Blikastalandi. Landið sem milli Korpúlfsstaðavegar og Ralalandsins. Það eru 15 hektara svæði sem gert ráð fyrir 100.000 fermetrum að atvinnuhúsnæði samkvæmt gildandi aðalskipulagi bæjarins. Og það er það sem kom hér inn í bæjaráð, mann ekki kunnar, sennilega sumar eða hvort það var í vor, það er ekki alveg rugglegaður því, og það sem var farið að koma erindi frá reitum sem eigendur þess lands að skoða mögulega uppbyggingu á því svæði, og ég ger bara ráð fyrir því að það verði gert samræmi við gildandi aðalskipulag. Það síðan vinnunnar að í þessari aðalskipulagsvinnu skipulagsnefndar að yfirfara það hvort að sú stefna sem við höfum í dag, þar að segja við erum með byggingarland á síðan á Blikastaðalandi fyrir íbúabyggð, við erum með byggingarland í Sólheimalandi, við erum með byggingarland í Sólvallalandi, við erum með byggingarland í Lágafelslandi, við erum með byggingarland í Reykjalandi, við erum með meira byggingarland í Helgafellslandi, svo ég nefni eitthvað, svo náttúrulega í miðbænum, þéttingaverkefni og svoleiðis. Þetta eru allt saman verkefni sem geta stækka bæinn þrefalt sirkabát eins og hann í dag, svo hefur hann stækka hratt. Þannig að það ekki skortur af byggingarlandi í bænum. Þannig að það er líka, það þarf að horfa líka til þess þegar ákvarðanir þetta eru svona, hvar bærinn getur gert bestu samningana þá að segja fyrir íbúana sem búa hér í bænum uppbyggingu á landi. Því að það er ekki sama hvernig það er gert. Sérstaklega þegar að bærinn er ekki eigandi byggingarlands. Og ég held að væri óvarlegt á fundum sem þessum að fara að úttala sig einhverja persónulega skoðanir í því. Við leyfum bara fagvinninu eiga sér stað, förum yfir skipulagið, hvort að það þurfi einhverja að breyta hvað þetta varðar, eða hvort að bæta við einhverjum byggingarlöndum, að taka einhverjum byggingarlönd út sem nú sjálfsagt svolítið flókið, eða hvort að það þurfi að breyta einhverjum þéttleikatölum eða einhverju slíku, eða hvort við leggja það til. Það er svo vinna sem að felst í því að endurskoða aðalskipulagið. Ég held ég get nú svo sem ekkert svara þessu öðruvísi en svona, þessu stíði máls. Já, vilja bæjarfulltrúar ræða þetta mál frekar. Þetta er mál númer 11. Vilja bæjarfulltrúar ræða einhver önnur mál þarna? Ásgeir, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Það þarf að bera upp þessar... Já, ég ætla að gera bara það í lók. Já, það er bara alveg fínt. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar að koma hér upp undir máli nr. 12 í sömu fundargerð skipulagsnefndar. Þetta fjallar aðalskipulagsbreyting í Reykjavík 2010-2030 fyrir iðnaðarsvæði upp í Álfsnesvík. Mér langar örlítið að upplýsa ykkur hvernig þetta stóra mál stendur. Þetta er búið að þvælast í kerfinu og við fengum til okkar að fund hér síðasta fund skipulagsnefndar Harald Sigurðsson frá Reykjavíkurborg til þess að kynna fyrir okkur hvernig málið stæði. Hann hefur reyndar komið hérna tvisvar eða þrisvar áður, þetta er búið að taka það langan tíma og haldið svipaða kynningu af málinu. En það sem að málið snýst núna er það að minjavernd er búin að gera athugasemdir við fyrirætlanir Björgunar og Reykjavíkurborgar á þessu svæði. Þarna eru fornminjar sem eru á því svæði sem áætlað er að Björgun komi og boltinn er núna hjá minjavernd og það er verið að bíða eftir þeirra endanlega úrskurði hvað þetta varðar. Það kom fram í máli Haraldar að hann héldi að málinu þið haldið til streitu með því að vinnslusvæði og rauninni það svæði sem að Björgun verður úthlutað á þessu svæði verður minnkað umtalsvert frá því að það sem það átt að vera í byrjun. Þetta skiptir okkur Mosfellinga sjálfsögðu miklu máli. Þetta er hérna algjörlega í túngarðinu hjá okkur og á sama tíma að það hillir undir að við losnum við Sorpu og það sem að henni tengdist hérna upp í Álfsnesi og fáum verksmiðjuna til þess að
fá hreint loft og losna við lyktina, þá skiptir okkur máli að þessi starfsemi verði innan allra þeirra marka sem að við getum sætt okkur við. Við spurðum út í það að hvenær væri hægt að hvenær væri lokafrestur varðandi athugasemdir og umsögn þetta mál. Sá frestur liðinn og það var gefin framlenging á honum og þetta mun koma aftur inn í skipulagsnefnd þegar að hefur verið komin úrskurður frá minjavernd og við munum gera okkar athugasemdir og senda frá okkar umsögn málið, þannig að okkar hagsmunum Mosfellinga verði eins mikið haldið til haga og hægt er. Þetta skiptir okkur miklu máli. Þetta lýtur að umferð hérna í gegnum bæinn, þetta lýtur að sjónmengun og svo framvegis, þannig að þetta er mál sem við þurfum að fylgjast mjög vel með og munum reyna að kappkosta við að tryggja hagsmuni Mosfellsbæjar og íbúa Mosfellsbæjar í þessu máli. Takk fyrir. Já, einhverju sem vil ræða þetta mál með 12, gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Merkir iðnaðarsvæði fyrir efnisvinnslu við Álfsnesvík. Forseti, þetta kom fyrir þetta mál hjá svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins síðasta fundi og ekki veit ég hvort að þetta hafi breyst að stærð frá þeim fundi. Það er kannski að formaður skipulagsnefndar getur skýrt það, en þá á þeim fundi kom fram að minjavernd hafi beinlínis hafnað og það er spurning hvort að þessi breyting sé þá í ferli núna varðandi þá breytingu eða minnkun þessa svæðis. En þetta mun bera mikið á þessu frá svæðinu hérna Þrastarhöfða og hérna á því svæði. Þetta mun standa sumt að þessu hátt í landinu en það er líka umferðin í gegnum bæinn sem að skiptir þarna máli með möl og aðrar afurðir björgunar. En ég vildi bara kanna það vegna þess að minjavernd hafi hafnað þessu, vegna þess að þarna var minjar jafnvel fyrstu byggðaþróun á höfuðborgarsvæðinu. Þarna eru minjar útgerð, þarna eru minjar búsetu fólks og það skiptir máli náttúrulega að fara ekki gegn ályktun minjaverndar að mínu viti, en þá er spurningin hvort að þessi breyting sem að formaður skipulagsnefndar hafi minnst á varðandi minnkun, er það á markmið með því að í máli Haraldar að það myndi kannski breyta áliti minjaverndar. Það er bara spurning. Já, kannski bregðast við þessu og svo var Valdimar búinn að biðja orðið líka. Valdimar, gjörðu svo vel. Já, ég er sammála því þetta skiptir okkur gríðarlega máli hérna í Mosfellsbæ og hérna það er tvennt sem ég langaði að spurja. Já, getur svarið, þá getur komið undan. Hérna, í fyrsta lagi þú talaður tímamörk, hvað er rýmri núna, það verður búið að gefa okkur frest, hver er sá tími, hvað er langur frestur og líka höfum við móta okkur einhverja svona, hvað getur við sett okkur við, orðað þannig, hverja væri okkar athugasemdir, myndi að lúta að eins og Sveinn var að segja hérna, sjónmengun héðan eða hvernig umferðin bæinn yrði ef að verður, myndi við geta sett einhverja slíkar takmarkanir. Nú varum við fréttir af því að Strætó var að kaupa vetnisbíla, getum við gert einhverja kröfur bílana sem fara í gegn og hvenær þeir fara í gegn og svo framvegis. Og bara svona almennt kannski aðeins lengra í því hvernig ferli væri. Já. Ásgeir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Fyrst varðandi sjónmengunina, að þá kom það fram hjá Haraldi frá Reykjavíkurborg að þetta myndi ekki sjást samkvæmt hans orðum héðan úr Mosfellsbæ. Þetta liggur það lágt við ströndina og það er það mikil hæðamunur fyrir ofan Álfsnesvíkin að hann vildi meina það að þetta myndi ekki sjást héðan frá bænum, en leið þú ert komin hérna eitthvað upp í fellin okkar og jafnvel það hérna bara aðeins upp fyrir að þá
þá væntanlega kemur þetta til með að sjást. En það eitthvað sem að allavega hann hélt fram, en ég sammála Sveini Óskar að það skiptir auðvitað verulegu máli. Varðandi tímalengdina á umsögnum og okkar athugasemdum, að þá það bara opið, vegna þess að það ekki komið á hreint hvenar minjavernd mun skila sínu áliti, og hann gaf okkur bara mjög lausan tauminn með það, vegna þess að það á margt eftir að gerast í ferlinu þangað til að þetta verður samþykkt endanlega. Og einmitt til að svara Sveini Óskari því líka, varðandi hvað var það sem ég ætla að svara Sveini Óskari með? Varðandi sjónmengunina, en það var Valdimar mót okkur einhverja stefnu í þessu máli. Við þurfum bara að setjast niður þegar að ákvörðun tekin að þetta verði þarna, að þá þurfum við að setjast niður og fara rækilega í gegnum það hvaða hagsmuni það sem við viljum tryggja eins mikið og við getum að séu í húfi fyrir okkur. Þannig að við höfum tíman, en það ekki búið að móta endanlega hvernig þetta verður. Og varðandi, nú manni hvað þetta segja, varðandi Sveini Óskar, varðandi hvort að þessi minnkun sé í ferli, það rétt sem kom fram hjá honum að þetta var nánast út á borðinu eftir að minjavernd hafnaði málinu, en þá kom nýr vinkill í þetta sem að lauta því að þeir gátu minnkað athafnasvæðið það mikið að þetta myndi mögulega komast fyrir áfram í Álfsnesvík, og það það sem að minjavernd að taka ákvörðun þessi misseri og eftir að skila sínu umsögnum það. Held ég þessi komið sem að ná að tala hér. Takk fyrir. Já, það Sveinn Óskar næst. Gjör svo vel. Forseti, já, ég tek undir orð Valdimars sem komið fram á hann, varðandi það að við erum að móta okkur stefnu svona hluti. Ég þakka formanni skipulagsnefndar fyrir greinargóð svör, og ég held að það væri ráðlegt að því að stendur nú í fundargerðinni sem við erum að þessum dagskrárlið sem við erum í, að það hefur verið óskað eftir að fá kynningu efnið. Við fengum kynningu efnið eins og það lá fyrir frá að ég held mannveit í hjósaði skipulagsnefnd, og skipulagsfulltrúi okkar hérna í bænum þekkir þá ráðgjafa sem komu þá, og eftir þessar breytingar og vendanir í málinu þá væri ráðlegt að svona sambærileg kynning geti átt í stað, því að hún var mjög góð hjá svæðisskipulagsnefndinni, og það mjög mikilvægt að í nútíma tækni vætu þjóðfélagi að það sé það að fylgi einhvers konar þrívíddar sýn frá mismunandi stöðum í Mosfellsbæ. Þannig að við sjáum og fólki sjái hvernig nákvæmlega sýnin miðað við sílóin og þá hluti sem munu vera reistir á svæðinu. Og svo má ekki gleyma hávaða sem mikilvægt þessar starfsemi og öðru slíku, og hvað þá umferð. En ég tek undir það sem Valdimar segir og þakka svörin frá formanni skipulagsnefndar. Haraldur, gjör svo vel. Já, fórseti, bara aðeins í framhaldi að umræðum þetta mál, ég sammála því, þetta skiptir okkur máli, en sko það hafa verið mjög mikil forréttindi fyrir okkur Mosfellinga að hafa Álfsnesið, Víðinesið, Gunnunesið, alls saman svona ósnert og fallegt eins og hefur verið núna síðan við munum öll eftir okkur hér í Mosfellsbæ. En sko, ég held að það sé draumsýn og það sem verður ekki endalaus, vegna þess að það gert ráð fyrir nýtingu á þessu landsvæði þarna. Til að mynda samkvæmt aðalskipulag Reykjavíkurborgar gert ráð fyrir Sundabraut þarna upp á miðjunesinu, þar að segja frá Kollafirði, hverjum Kollafjarðar yfir í Álfsnes, fyrir ofan þetta svokölluðu Álfsnesvík, upp á miðjunesinu yfir Víðines
Nesið og Gunnunesið, þaðan á brú yfir í Geldinganes og svo með brú yfir Graf og einhvers staðar inn í Reykjavík sem menn hafa ekki ennþá fundið stað til að láta þess ágættu samgöngubót enda á. Það er líka gert ráð fyrir samkvæmt aðalskipulag Reykjavíkurborgar heilmikilli uppbyggingu hinum megin við þessa Sundabraut. Þar á að koma höfn samkvæmt aðalskipulag Reykjavíkur. Þessi tiltekni staður utan aðalskipulags Reykjavíkur og utan reitsins sem að svæðisskipulag gerir ráð fyrir. Það gerir aðkom okkar sterkari að málinu, en ég vildi bara vekja athygli á því að Álfsnesið og Víðinesið og Gunnunesið munu fá innan einhverja áratuga mannvirki, hvort sem okkur líkar það betur að vera. Og örugglega munum okkur líka betur að fá Sundabraut, því að Sundabraut skiptir okkur máli. Hún sé kannski ekki alfa og omega í okkar samgöngumálum, þá skiptir hún okkur máli, en hún hefur þessa neikvæðu hliðar að hún vil blasa við Mosfellingum aldur og ævi eftir það. Með sjónumengun, ef að vegir eru það, sem örugglega einhverju kann að finnast, sem á hávaða. Það mun heilmikill hávaði berast frá Sundabraut yfir til Mosfellsbæjar, sérstaklega þarna á þessu svæði, þetta vestursvæðinu. Örugglega miklu meiri hávaði heldur nokkur tíman á einni starfsemi björgunar á einhverju slíkum stað. Þannig að ég held að verðum líka svona setið í þetta heildarsamhengi að það mun koma starfsemi þarna, en við þurfum að gæta hagsmuni okkar íbúa það að við getum sætt okkur við hvers konar starfsemi það er. Ég hef farið þarna upp yfir og það var gert á síðasta kjörtímabili að það fóru hér bæjarstjórn, ég held skipulagsnefnd líka, hvort umhverfisnefnd fór ekki með, ég manna það ekki alveg, í sérstaka skoðunarferð út af þessu með Reykjavíkurborg, fulltrúum þeirra, á þennan stað. Þessi staður í Álfsnesvík ekki beinni sjónlínu við Mosfellsbæ, hann er í hvarfi, vegna þess að hann liggur þarna niður undir, bara landhægir eru með þeim hætti, en hann mun sjást eins og hefur komið fram þegar maður fer aðeins herra upp í fjöllin okkar eða fellin okkar, og hugsanlega munu blasa við að sjást einhverjir efri partar af einhverjum mannvirkjum sem þarna rísa, en það munu líka koma önnur mannvirki sem með einhverjum árum, sko. Þannig að það sem við þurfum að gæta er alls konar svona hlutir. Umferðin skiptur okkur líka máli hvað þetta varðar, það er að segja hvað er mikil umferð, það er þungaflutningsumferð, meðan að til dæmis Sundabraut ekki, hvað fer þá mikið af svona í gegnum bæinn okkar og með tilhæfandi óþægindum fyrir okkar íbúa. En við þurfum líka að horfa á þetta út frá því sjónarmiði að það þarf, þetta er þjóðfélagslega hagkvæm vinnsla, að við þurfum svona efni og taka það að hafsbotni með þessum hætti. Það er ein leiðin og kemur í veg fyrir námugröft eða umferð frá einhver annar staða frá. Þannig að við þurfum svona að velta þessu fyrir okkur í öllum svona heildarsamhengi og taka sér málefnalega afstöðu til máls, ekki bara þetta truflar okkur á þessu tiltekna tíma með þessum tiltekna hætti og svo kannski kemur eitthvað allt annað sem við ráðum ekkert við sem truflar okkur miklu meira. En ég er ekki að segja við að bara að láta þetta bara eins og yfir okkur ganga, við erum alltaf sjálfsög að skoða þetta, en við þurfum að hafa þessi sjónarmið líka í huga þegar við erum að fara yfir svona mál. Að það eru margar hliðar á svona teiningum, sko, eða málum. Og það væri í mínum huga slæmt ef að efnisvinnsla með þessum hætti myndi leggjast af hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég tel að þetta sé eins og eftir að segja það, kannski rangnefni innan gæsalappa umhverfisvæn leið til að vinna efni. Og tala ekki um að það er búið að vinna rannsóknir sem núna liggur reyndar fyrir umhverfisnefndinni, áliti að umsóknir það hvort að heimilegi rannsóknir á þessu svæði, hvort að þetta hafi áhrif á lífríki hafsins, hafsbotnsins eða hvað hérna, það er náttúrulega skiptir okkur máli líka. Þannig að en hingað til hefur þetta allavega verið talið svona góð leið í bland við annað til þess að við fáum byggingarefni eða malarefni sem er okkur nauðsynlegt til þess að halda áfram að lifa á þessu svæði. Já, ég setti nú sjálf mig hérna mældarskrá þetta mál sem er númer 12 í fundargerð skipulagsnefndar. Þetta er nú búið að ræða þetta frá ýmsum hliðum og það eru ýmsar hliðar á þessu máli eins og
hér er komið fram, svo maður rifir bara upp það er ljóst að Björgun verður ekki til frambúðar í Reykjavík og þeir hafa verið að leita framtíðarsvæði Reykvíkingar og Björgun. Og þessi staður kom upp, Álsnesið. Fyrst var hann að tala um Álsnesið, menn heldur þetta væri nú alveg bara hérna við minni Leirvogsins, en það er nú ekki þar. Það er í Álsnesvík sem er í Hvarfi og við fórum hérna bæjarstjórnin síðast á og hérna vorum allir með Langamóa og skoðum þetta svæði. Þannig að það er nú ein hliðin á þessu máli, svo eru margar aðrar hliðar sem er búið að tæpa á hérna. Það er umferðin í gegnum Mosfellsbæ, óhjákvæmilega, þannig að til Sundabraut kemur og þetta eru miklir þungaflutningar eðlilega, það er ein hliðin á þessu máli. Ein hliðin er náttúrulega svo að Kjalarneshreppur hinn forni sameinaðist Reykjavík og Reykvíkingar eru að skipuleggja á sínu landi og hafa til þess valdið. En það eru víðar sem að Reykvíkingar, Sveitarfélag Reykjavík vill hefja framkvæmdir eins og Esjumelum, það er líka annars stórt mál. Ég nefni það svona í leiðinni en svo kom þarna eins og hér var nefnt áðan miklar athugasemdir frá Minjastofnun. Það er eins og mér hefur skilist verið að vinna úr því hvort það sé hægt að eitthvað hnika til skipulega hvað það varðar. Og svo eitt sem var nú bæjarstjórnarnefndinni náðan, það er hafsvæðið. Það er að segja til þess að vinna þetta efni þá þarf að sækja það á hafsbotn og hefur nú verið gert hérna mest upp í Hvalfirði og hérna hluta Kollafirði. Það þarf líka að stíga varlega til jarðar í þeim efnum. Það reyndar, svo ég nefni það nú, að það var nú að dagskrá bæjarráðsveitnar fyrir nokkrum vikum og var vísað til umhverfisnefndar, til umsagnar og það verður á dagskrá umhverfisnefndar á morgun. Þannig að þetta mál er nú hverginar í lokið eins og við erum örugglega öll sammála um. Ef við heldum áfram með að ræða þetta mál, ef að einhver vil ræða það frekar, svo verðist það nú ekki vera, en vilja bæjarfulltrúar að ræða einhver önnur mál heldur en mál nr. 11 og 12, Valdimar. Herra forseti, ég langar aðeins að reifa mál nr. 7 og jafnvel 8. Það bárust athugasemdir út af þetta er mál nr. 7 varðar Reykjamel og Asparlund og það bárust athugasemdir við það að einhver Asparlundi fylgdi ekki aukna íbúð, en bæði þessi mál 7 og 8 eru fjallað sem sagt fjölgun íbúa og stækkun lóða eða fjölgun íbúa og lóð og hafa bæði fengið athugasemdir frá íbúum. Langaði bara að spurja formann skipulagsnefndar hvað það stendur að í afgreiðslu málsins segir að því var vísað til skipulagsfulltrúa samkvæmt umræðum sem voru á fundinum. Bara hvernig við búast við að þetta mál verði afgreitt, hvað var að tala um á fundinum. Það getur kannski aðeins rætt um það. Já, Anna Sirri hefur beðið orðið, kannski átt að fá gefa þér orðið og síðan formaður skipulagsnefndar. Anna Sirri. Takk fyrir forseti. Ég kem upp hérna undir sömu málum í fundargerð skipulagsnefndar 7-8 held ég þau og tekur til fyrirspurn bæjarfulltrúa Valdimars sem sagt hvernig formaðurinn sér þetta þróast, en ég er samt aðalega hérna uppi til þess að eiginlega gera athugasemd. Það kannski kemur ekkert óvart í þér uppi til þess að gera athugasemd í fundargerð, en sko skipulagsnefnd afgreiðir bæði þessi mál þannig að það á að gera eitthvað í samræmi við umræðar á fundinum. Og svona bókum finnst mér bara eiginlega algjörlega ótæk. Hún segir ekki neitt, ekki nokkrum einasta kjafti í bænum og ég held við ættum að forðast að setja svona bókanir. Það þarf að orða hlutina skýrar og ef við erum heppin þá muna allir nefndarmenn hvernig umræðarnar voru, ef við erum heppin, en já, þetta er athugasemd mín, mér finnst þetta eiginlega ótæk bókun. Óskir, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar,
Þakka Önnu Sigríði fyrir ábendinguna. Þetta er rétt. Það er kannski ekki mjög skýrt hvaða umræður fóru fram í nefndinni varðandi þessi mál. Ástæðan fyrir því er svo að við fórum yfir þessar athugasemdir sem bárust og fólum skipulagsfulltrúa, eins og segir í athugasemd við mál nr. 7, að leggja fram sem fyrst tillögu afgreiðslu á málinu í samræmi við vissulega þessar umræður. Umræðurnar snerust aðalega um hvað ætti að leyfa mikið byggingamagn á þessum reitum. Þetta snýst eins og þið kannski vitið einhver, að rífa þarna niður úr sér gengin gróðurhús sem að standa þarna á þessum reit, sem að eru, held ég, öllum til ama, og þá er þetta orðið spurning það hvaða magn á að leyfa við byggingu á þessum reitum. Fyrri skipulagsnefnd hafnaði fyrstu hugmyndum landeiganda að til byggingamagni sem að þeir fóru fram á. Það er svo sem ekki verið að setja aðalega út á byggingamagn núna í þessum athugasemdum, heldur það verið að tala um aðkomu og aukna umferð og svo framvegis, og sérstaklega þá á einum vegi sem að liggur að þessari lóð sem á að byggja á. En það er kannski svona athyglisvert að sjá það að sá sem að gerir athugasemdina, hann keyrir ekkert þennan veg og á ekkert erindi á þann veg, þannig að það kannski skaut svona pínlítið skökku við. En þetta er oft þannig, eins og við þekkjum, að í grónum hverfum þegar verið að þétta byggð, að þá hafa menn auðvitað eðlilega skoðanir á því hvað á að gera í þeim málum. En það sem að verður gert í framhaldi, þetta kemur aftur inn í nefndina eins og stendur þarna, og þá er það okkar að taka ákvörðun hvort að það verður leyft þetta byggingamagn, og þá líka hvort að það sé hægt að taka afstöðu og gera breytingar varðandi þær athugasemdir sem að bárust varðandi þetta mál. Ég vona að þetta svari spurningunum. Takk. Já, Stefán Ómar, þú er beðin orðið þetta mál, eða þessi mál. Já. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð að taka þetta til mín, þar sem ég sitt í skipulagsnefnd, að þetta er ekki nógu gott orðalag. En sem sagt, minn skilningur er því að umræðurnar snerust þarna það hvernig við myndum taka á þessum athugasemdum sem voru þarna komnar fram og einhverja tillögur það fyrir næsta fund. Það er minn skilningur á því umræður á fundinum. En ég tek alveg undir þetta, óheppilegt orðalag. Við samanlaust ábygglum það, ég og formaður, að við reynum að breyta þessu bara, þannig að þetta sé ekki með þessum hætti, vegna þetta getur gefið einhver röng signal fyrir þann sem að les fundagerðina. En sem sagt, þessi tvö mál á dagskrá þessa fundar, að þau koma fyrir aftur, og við skulum þá bara sjá hver niðurstaðan á afgreiðslu þeirra verður. Við þurfum að sjá til með það. Takk fyrir. Þessi mál, gjör svo vel, Sveinn Óskar. 7 og 8 eftir atvikum. Já, svona almennt þessar tvo liði varðandi auki byggingamagn almennt. Þá verður að líta á það að þegar fólk er að flytja inn í hverfi og fjárfesta og jafnvel kynna sér skipulag sem fyrir að þá verður að líta dálítið á það líka, þá hagsmuni þeirra sem búa þarna, þrátt fyrir að komi ekki endur að athugasemdir eða einstaklingar búi ekki á svæðinu sem gera athugasemdir, en hugsanlega velta fyrir sig að fara að búa þar síðar, maður veit það ekki. Þá finnst mér það skipta mjög miklu máli, að því við verum að tala að fara í núna aðalskipulag og svo í framtíðinu verður náttúrulega á því aðalskipulagi byggt
við þau deiliskipulag sem þá koma í framtíðinni, að það sé einhverja svona svigrúm kannski til breytinga, bara út af því að það getur komið vegna þess að landi liggur þannig eða jarðvegur með þeim hætti að það þurfi nauðsynlega að breyta frá því sem aðal- og deiliskipulag segja til En ef þetta orðið reglulegur þáttur í skipulagsmál, stöðugt að ganga erinda viðkomandi byggingaraðila, þá væntanlega á kostnað íbúanna og skipulagsins sem var skipulagt í upphafi og gatnagerðar og slíkt. Þá verður að huga á því að hafa það ferli kannski fyrirfram skilgreint og það svigrúm fyrirfram skilgreint, bæði hvað varðar þá þenslumörkin við bygginguna eða byggingarnar á svæðinu og þann ramma sem að í raun og veru gatnagerð og skólar og annað slíkt þolir. Þannig að ég legg áherslu á það að það sé horft til þess í framtíðinni að það sé ekki alveg opin bók hvað varðar að stækka, sérstaklega þegar skólar eru þegar fastsetnir í skipulagi, stærð þeirra og gatnagerð með þeim hætti að stæðin eru ákveðið mörg og svo framvegis. Þannig að það er mjög nauðsynlegt að líta til þess til framtíðar að mínu mati, þannig að skipulagsmálin liggi betur fyrir þá sem er á fjárfesta í viðkomandi hverfi. Já, við ræðum málefni 7-8 svona saman í svona víðu samhengi og Haraldur, þú beðum á við, gjör svo vel. Já, bara östuð sko. Ég held að öll þessi sjónarmið sem að hér voru nefndi á síðasta rannum að hafi verið í heiðri höfð og hafi verið lögð til grundvallar í allri skipulagsvinnu hjá Mosfellsbæ. Ég þekki engan hér sem hefur komið hér að skipulagsmálum eða í skipulagsnefnd eða bæjarstjórn sem er talið sig vera að ganga erindi einhverja verktaka, en vera að ganga erinda íbúa og gæta hagsmuna þeirra. Í því felst skipulagsvinna. En það þýðir ekki það að það geti ekki verið hagsmunir geti ekki farið saman. Stundum geti verið steinsamlega þétta byggð og það erum við til dæmis að gera í miðbæ Mosfellsbæ í dag. Ég veit ekki hvort að það á við á þessu stað, það er skipulagsnefndar að taka afstöðu til þess, ég hef ekkert sett mig inn í það sérstaklega. En ég vil bara árétta það að ég hef þann skilning og lít svo á að allir þeir sem eru hér að ganga og vinna að skipulagsmálum fyrir bæinn og fyrir íbúana sé að hafa þessi sjónarmið að leiðarljósi. Sveinn Óskar þessi mál í víða samhenginu, gjör svo vel. Já, forseti, það má vissulega segja að svo sé að starfsmenn, embættismenn sé að reyna að gera sér best til þess að koma því fyrir sem stjórnmálamenn vilja koma að. Ég er ekki alveg sammála því að aðeins að ganga erinda íbúa, við erum alltaf að ganga erinda byggingaraðila líka. Við þurfum að vinna fyrir þeirra hönd líka í að aðstoða við að útskýra bara hvaða rammi er í boði. Ég sagði það reyndar líka. Og þess vegna skiptir máli að þetta sé skýrara strax frá upphafi. Að rammin sem að er í boði sé skýr. Ég þekki bara til dæmis til lögmanna sem sérhæfa sig á sviði fasteigna réttar og gallamála sem hafa sérhæft sig í því og lagt upp með því að fólk sem fjárfestir nýju byggingarsvæði eða ætlar að byggja eða flytja í nýtt svæði, það kynnir sér skipulag. En það er mjög varasamt. Ég er ekki að segja að það sé út úr myndinni það sem við erum að gera, alls ekki. Það er ekki verið að segja það. Það er bara að til framtíðar sé litið að ramminn og svigrúmið sé skýrara í greinagerðum aðalskipulags, í aðalskipulagi og deiliskipulagi. Svo að sá rammi sem upphaflega ákveðin varðandi skólamálin og stæði og umgengni svæðisins alls þoli það byggingamagn sem er verið að leyfa. Þetta eru sérfræðingar sem eru færir í því að rannsaka þetta og leggja fyrir slíka ramma. Það er allt til. Þannig að það sé allavega viðkomandi einstaklingar viti að það fari ekki upp fyrir ákveðið mark til dæmis.
það sé ykkur rammi. Það er nú bara það sem ég vildi benda á svona til framtíðar, því að við vorum að ræða hérna væntingar varðandi að byggja á nýju aðalskipulagi og vinna það, að það sé þá haft í að leiðarljósi svo íbúar sem er að flytja hérna til bæjarins eigi ekki von á stórkostlegum tilfæringum á byggingamagni. Já, umræðum er þá lokið þessi mál sem við tókum svona saman, það var að segja 7 og 8. Nú orðið laust önnur mál en þessi hvað 4 sem við erum búin að ræða til fullum stuð. Við ræðum fundargerðskipulagsnefndar á 21. september. Og það kveður svo engin hljóð, svo mun ég hérna vekja athygli á því að bæjarstjóri kom hér með tillögu að bókun, getum við kallað það? Eða afgreiðslu. Já, eða afgreiðslu og aðfrekar. Já, og ég mun þá hérna, hún verður þá inn í fundargerðinni og ef við greiðum atkvæði með fundargerðinni þá fylgir hún með. Vilja fundarmenn heyra eitthvað aftur og maður lesa hérna áður? Lesa hann aftur? Ég ætla þá að lesa aftur upp eins og lagt er til. Það er sem sagt undir línum endurskoðun aðalskipulaginu. Þá stendur hér: Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir að ráðast í endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar og felur skipulagsfulltrúa að tilkynna þá ákvörðun til skipulagsstofnunar samanber 35. grein skipulagslaga. Það er heilmikið formlegt ferli og þetta þá fylgir með og fer inn í fundargerðina og nú greiðum atkvæði allan pakkan. Þeir sem samþykkja fundargerðina ásamt þessari afgreiðslu og þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að liðnum fundargerð til kynningar og þá eru 5 fundargerðir að þessu sinni. Við byrjum á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa nr. 29 og haldinn 17. september síðastliðinn. Ekki orðið laust. Það var reyndar bara 1 mál þar og það kveður engin hljóðs þá fundargerð og þá er hún lögð fram. Þá er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa, þar voru 5 mál á dagskrá og fundurinn haldinn 21. september nr. 342. Orðið laust þá fundargerð og það kveður engin hljóðs hana og þá er svo fundargerð lögð fram, afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Næst förum við í hérna fund hjá Sorpu, byggðasamlagi, haldinn hér í Gylfaflöt í Reykjavík og Haraldur Sverrisson, þú beðið orðið þá fundargerð, hvað svo vel? Já, forseti. Þannig að taka þetta máls undir mál nr. 2, samningu við Sorpstöð Suðurlands, en þar var lögð fram ósk Sorpstöðvar Suðurlands framlengingu á samningjum móttöku á lífrænum úrgangi frá Suðurlandi. Þetta er í framhaldi af því verkefni sem hefur verið í gangi hér með milli þessara landshluta og sem og fleiri landshluta sameiginlega sýn á meðhöndlun úrgangs í samanber á sýn sem kemur fram í eigendasamkomulagi eigenda Sorpu frá því 2013 sem gert ráð fyrir því að meðhöndlun lífræns úrgangs verði að hálfu Sorpu með gas- og jarðgerðarstöð. Það verði brennsla á Suðurnesjum í Kölku og urðun óvirks úrgangs á Suðurlandi. Þannig svona hefur þessi umræða í stórum dráttum verið og í ljósi þessa hefur verið endurnýjaður 18 sinnum samningur við SOS, Sorpstöð Suðurlands, móttöku og lífrænum úrgangi í Álfsnes. Það dró til tíðinda fyrir hálfum mánuði í þessu málið því að það hefur verið viðræður á milli Sorpu og Sorpstöðvar Suðurlands að urðun á óvirkum úrgangi verði í Ölfusi í landi Nessands.
þar sem að aðalskipulag Ölfus gerir ráð fyrir því að það sé urðunarstaður. Bæjarstjórn Ölfus tók það fyrir það hálfum mánuði á bæjarstjórnarfundi og samþykkti að hafna með öllu að á Nesandi yrði urðaður óvirkur úrgangur. Og þar með eru þær viðræður sem raun og veru búin að eiga sér stað síðan 2009 sigldar í strand. Ég verð að segja, svo sem allir geta hafa neina skoðunar í sjálfu sér á ákvörðun bæjarstjórnar Ölfus. Það var reyndar greitt þetta atkvæði og það voru fjórir af 7 bæjarfulltrúum sammála þessari ákvörðslu, 3 á móti. Þannig að það er ekki eining í bæjarstjórninni hvað þetta varðar. Ég sjálfsög ekki hafa neina skoðunar á þessari niðurstöðu bæjarstjórnar Ölfus, þannig að þau eru náttúrulega mjög vonbrigði í þessar viðræður allar saman, en ég vil þó segja það að þetta ferli allt saman hefur eiginlega verið með endan. Það er að segja að þetta ferli með það sem hefur verið að ræða þáttöku þessara landshluta í þessu mikilvæga verkefni að meðhöndla úrgang. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti, og ég held að getur örugglega verið margir með sammála, ef að mætti velja milli 3 atriða sem eru annars vegar það að hafa stað þar sem að lífrænn úrgangur er meðhöndlaður, stað þar sem er brennsla fyrir sorp og stað þar sem þú getur urðað óvirkan úrgang. Þá var engin spurningi mínum hvaða þessum 3 bitum maður myndi velja svona sem þægilegast og einfaldasta verkefni. Það sjálfsögðu að taka á móti óvirka úrgang. Höfuðborgarsvæðið er að gera flóknasta og dýrasta verkefni, þar að segja meðhöndla lífrænan úrgang og er að fara í 4 milljarða framkvæmd með gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi til þess að gera það þannig að vel sé. Það er brennslustöð á Suðurnesjum og vilji eigenda Kölku og stjórnar Kölku til þess að koma í samstarf við Sorpu og fleiri þessa hluti, en það er svo sem verið vilji SOS til þess að gera það líka, en einhvern veginn hefur þeim ekki tekist að klára þetta verkefni. Þannig að það var eigendafundur í Sorpu á mánudaginn og þar sem þetta var tekið fyrir, það eigendafundur er sem sagt framkvæmdastjóra sveitarfélagana og stjórn viðkomandi byggðarsamlags, þannig er samþykktirnar fyrir það, þannig að stjórn Sorpu var og sem sagt og stjórn SSA þá, og sameiginlega myndar þessi hópur eigendur þá þessu tilvilli Sorpu. Þar á þetta mál rætt og niðurstaðan í stuttu máli var svo að eigendafundurinn lýsti miklu vonbrigðum með þessa niðurstöðu, er tilbúin til þess að gera 2 mánaða samning um móttöku á lífrænum úrgangi frá Suðurlandi, þá til meðhöndlunar í Álfsnesi, en áskilur sér rétt til þess að breyta stórlega á gjaldtöku fyrir þá meðhöndlun í þessa 2 mánuði, þar sem að það sé ekki ljóst að Suðurland sé tilbúið til að taka þátt í þessi verkefni og síðan að frekari framlengingu verði ekki að ræða eftir 2 mánuði nema liggi fyrir skýr vilji og framtíðarsýn Suðurlands og hvernig þetta þá taka þátt í þessu verkefni. Ég vildi bara upplýsa þetta hér því að það getur vel verið að einhverju finnst þetta ósanngjarnt. Mér finnst það reyndar ekki. Það er ekkert að ætlast til þess að einn landshluti taki á sig allar þær byrðar í þessu tiltekna verkefni. Það er augljóst að höfuðborgarsvæðið og Sorpa er að taka langstærsta, erfiðasta, flóknasta og dýrasta þáttinn og það má alveg ræða það og færa rök fyrir því að það sé kannski ekkert skynsamlegt að vera að færa lífrænan úrgang frá landsbyggðinni inn á höfuðborgarsvæðið. Það getur örugglega einhver haft skoðun á því að það sé bara arfa vitlaust. En þannig hefur þá allan höfuðborgarsvæðið verið tilbúið til að leggja, enda náttúrulega stærsti byggðakjarninn í þessu, leggja þetta mikilvæga púsl inn í þetta mengi. En þannig að það er allan búið að taka mjög skýra afstöðu af hálfu eigenda Sorpu þetta að það verði ekki gengið neitt lengra í þessu. Þannig er verið að ganga á takmörkuð gæði.
það að urða lífrænan úrgang er takmarkuð gæði. Það var búin hérna til reyn sem okkur Mosfellingum þóttu nú ekki sérstaklega áhugavert hérna fram að nefið á okkur, sem kostaði 600 milljónir að búa hana til. Ég man ekki hvað voru margir vörubílar af hérna grjóti og möl sem á úr henni fóru, það voru einhverjir milljónir. Hún mun fyllast, það er gert ráð fyrir því að árið 2020 verði hún full, enda á þá ekki lengur að orða lífrænt í Álfsnesi, heldur verður gas- og jarðgerðarstöð að taka við í verkefni. Og mér finnst að ábyrgð hérna, þeirra sé að taka þátt í þessu og það er svo allir sammála því að þetta módel, þessu hugmyndafræði er rétt og góð, en það bara vil, svo þegar að menn er að taka við verkefninu þá ekki bent á mig, sko. Það er svona svolítið. Þannig að ég var ánægður með og talaði fyrir því að menn myndi afgreiða þetta með þessum hætti og það var einróma samþykkt á þessum eigendafundi. Stjórn Sorpu fjallaði síðan þetta einhver leyti í morgun, skilst mér á stjórnarmál okkar og fékk reyndar sent frá framkvæmdastjóra Sorpu tillögu að samkomulagi við SOS á grundvelli þessa og en það er viðbúið að það svona einhverju muni reka upp harma kvein. SOS hefur spurt Sorpu hvort að þeir séu ekki með eitthvað plan B urðun á óvirkum úrgangi. Ég spyr þá bara SOS, hvað er plan B fyrir SOS meðhöndlun á lífrænum úrgangi? Hvað ætla þeir að gera við sinn lífræn úrgang? Hvað segir þau? Plan A hjá þeim, já. Já. Þannig að mér finnst þetta svona sorglegt svolítið hvernig þetta mál hefur þróast og ég er búinn að fara nokkuð marga fundi til Þorlákshafnar til þess að á sameiginlega fundi ég var nú einhverju viðræðanefnd þarna settur í það þegar allt sigldi í strand, sko, þá voru þetta sett upp á bæjarstjóra eða stjórnarmanna í SSA level og ég ásamt formanni stjórnar Armanni og Birni í Sorpu og formanni í Sorpu, stjórnar Sorpu og framkvæmdastjóri SSA höfum farið nokkuð margar ferðir til Þorlákshafnar og bæjarskrifstofur Ölfuss og rætt þessi mál en því miður þá var þetta annað stað og það er þá búið að nálgast á þetta verkefni eða þessi stöð þessa mála með þessum hætti. Já. Sveinn Óskar. Gjörðu svo vel. Það er fundargerð Sorpu, nr. 394. Forseti. Við taka ágætis yfirlit yfir stöðuna. Mér langar samt að, með leyfi forseta, að vitna þess í fundargerð Sveitarfélagsins Ölfusar varðandi afgreiðslu á þeirra hlið málsins. Þar leggur D-listi fram bókun varðandi málið þar sem þeir vísa meðal annars í breyttar forsendur frá 2009, það er náttúrulega langur tími síðan að þetta hófst þessu umræða að þetta svæði sé orðið vænlegur kostur eins og ég vitna í áformum uppbyggingu matvælaðinnar á svæði Nesans og Vatnsdök og fleira. Þannig að þeir vísa þá líka í skýrslu frá Eflu varðandi annað svæði og tillaga D-lista varðandi höfnunina eins og það hafi verið samþykkt samhljóða á þessum fundi. En það verður þá gott að átta sig betur á því líka að Sveitarfélagsins Ölfuss hefur tekið miklum breytingum og er ég svo sem ekkert að lýsa vandlætingu mínu á áhyggjum Sorpu, alls ekki, vegna þess að það er mikið nauðsyn að losa sig þetta óvirka sorp. En ég vildi bara koma þessu að sem að kemur fram í fundargerð Ölfuss, Sveitarfélags Ölfuss sem að var á fundi, annar dagskrárliður á fundi þeirra 25. september síðastliðinn. Já, Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti, ég tók það sérstaklega fram í minni ræðu að ég var ekki að leggja neitt mat eða neitt dóm á
á afstöðu bæjarstjórnar Ölfuss. Ég var bara að segja það að hálfu SOS, þannig að segja Sorpstöðvar Suðurlands, hefur þetta verið svo staður sem við ræddur í ár og áratugi með Ölfuss í innanborðs, eða bæjarstjórn Ölfuss innanborðs í því. Það kann vel að vera að einhverjar breytingar hafa orðið á högum landsins eða hugmyndum þeirra nýtingu þess, en það breytir því ekki að það er búið að eyða ómældum tíma, fyrirhöfn og ýmsu í þessa tilteknu veru. Þessi tiltekna ákvörðun bæjarstjórnar Ölfuss að opna ekki urðunarstaði fyrir óvirkan úrgang í Nessandi var afgreidd 4-3 í bæjarstjórn. Hins vegar var líka umræða opnun urðunarstaðar að nýju í svokallari Kirkjufjarðar í Hjáleygu, sem nálægt bökkum Ölfussár, nær Selfossi. Sú tillaga var felld með öllum greiddum atkvæðum samhljóða. Vildu bara að þetta kemur fram. Já, Anna Sigríður. Svo vel. Forseti, já, ég ætla að þakka bæjarstjóra fyrir ágæta yfirferð yfir þetta mál. Eins og framkomið máli hans að þá er þetta mál átt langan aðdraganda. Miklar viðræður hafa farið fram og ég hef ekki tölað hversu oft þetta mál hefur komin á bæjarstjórnarfund á síðasta kjörtímabili. Ég vil bara koma hingað upp til þess að lýsa stuðningi mínum við ákvörðun eigendavettvangsins sem er samanstendur af framkvæmdastjórum sveitarfélagana í SSH og stjórn Sorpu. Þetta er samfélagslegt verkefni og það getur ekki einn aðilinn í svona keðju ákveða að taka ekki þátt og svo ganga viðræður viss lengi og svo er bara ekki hægt að láta það draga svo afsnæðir hún lengur. Þannig en vonandi finnst svo lausn innan þessara 2 mánaða og ég segi eins og bæjarstjóri sagði hér áðan, ég ætla ekki að fara að leggja mat á hvaða landsvæði Sorpstöð Suðurlands hefur séð fyrir sér sem sorpurðunarstað. Það er eitthvað sem ég ber ekkert skimbrað á, en þarna eru þessir aðilar í viðræðum þetta og það verða allir að taka sinn skerf. Þannig ég vildi bara koma hér upp og lýsa ánægju mínu með þessa, eða ánægju, það er kannski ekki rétta orðið. Ég styð þessa ákvörðun sem fór fram á þessum fundi í þessu sorglega máli. Já, Sveinn Óskar og síðan Valdimar. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, ég vil bara árétta að það var mistök hjá mér varðandi afgreiðsluna hjá bæjarstjórn Ölfuss. Þetta var rétt hjá bæjarstjóra hvernig þetta lyktaði. Já, ég sammála því að það er leitt að ég styð líka þetta samlag sem við erum í varðandi þetta og leitt að þetta var endurinn á löngum ferli en þá er bara að reyna að finna aðra leiðir og vonandi verður það sem fyrst. Já, Valdimar Kristjánsson, gjörðu svo vel. Herra forseti, þakka líka bæjarstjóra fyrir ágæta yfirferð þetta mál sem ég hef nokkur sinnum Ég kem líka til að lýsa við stuðningi við þetta verklag sem hann lýsti hérna og ég ætla nú ekki að spyrja plan B vegna þess að ég ger ráð fyrir því að nú sé þetta plan B er það að fara og athuga hvort að þeir muni ekki sjá ljósi þegar þessu 2 mánuðum liðnum og þetta er afar mikilvægt að það sé svona náð lending í þetta mál og ég lýsi við stuðningi við þessa aðferðafræði sem hér hefur verið reifuð. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég vil bara örstutt varðandi einmitt þetta mál samning við Sorpstöð Suðurlands. Langar líka bara að taka fram að við höfum framlengt 18 sinnum sem við höfum framlengt þennan samning og beðið eftir svörum og beðið eftir niðurstöðum og mér finnst að Sorpa byggðasamlag hafa sýnt mikla þolinmæði og sýnt mikinn skilning á þessu verkefni þar sem þetta er risastórt verkefni að finna nýjan urðunarstað og maður gerir það ekki svona og í rauninni eigum við alltaf að vera að leita að nýjum urðunarstað
og hafandi nú setið í stjórn Sorpu í þetta langan tíma og þá finnst mér sko þetta svo graf alvarlegt mál sem við stöndum frammi fyrir af því að nú Umhverfisstofnun náttúrulega að loka Álfsnesi og þetta ekkert eitthvað sem við ákveðum að gera, nú við bara komum við að því að Álfsnesið ekki lengur inn í myndinni sem urðunarstaður. Við erum búin að ákveða það að byggja þarna gas- og jarðgerðarstöð og eins og bæjarstjóri lýsti hérna áðan varðandi þeirra hring sem við ætlum að hafa hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég vil bara minnast orða þessa manns ég man ekki hvað heitir sem tók til máls á hérna sambandsþinginu fyrir norðan sem talaði einmitt það að undir umhverfismálunum og stjórnaði þeirri umræðu og talaði einmitt það að þetta eitthvað sem að við ekki rætt innan bæjarmarka. Þetta eitthvað sem við tökum bara á eins og mér finnst bara núna við Suðurlandið og Suðvesturhornið eigum bara að skoða saman. Það að segja, við Mosfellsbær erum ekki sko bera þungana, við erum að bera þungan svolítið Álfsnesinu en þetta allt höfuðborgarsvæðið undir. Þetta gríðalegt magn sem að koma og hefur komið undanfarin ár og þetta mér náttúrulega því að mér finnst þetta mjög mikilvægt málefni að ég sit þarna í þessari stjórn og við þurfum að leysa þetta. Við erum algjörlega að koma inn á brúnina með þetta mál. Við höfum sýnt þessi mikinn skilning í þeirri von og þeirri trú að þau á Suðurlandinu hafi verið að vinna þessu af mikill alvöru og mikill festu og sannarlega að finna þennan stað af því að þetta lítið magn, lítið hluti sem að fer til urðunar núna þegar að þessi hringur að rauninni allir fer á stað og síðan þetta bara niðurstaðan og það eins og ekkert hafi gerst fyrir kosningar. Þetta var ekki nefnt fyrir kosningar og það eins og sagan, það bara verið klippt á eitthvað og enginn þykist vita og það kannast neitt. Mér finnst það mjög miður af því að við höfum virkilega unnið þetta saman eins og bæjarstjórinn lýsti. Þannig eftir 18 framlengingar á þessum samningi þá held ég að það sé málað linni og við verðum að fara að taka aðrar ákvarðanir og stefna í aðra átt. Já, vilja bæjarfulltrúar ræða þessa fundargerð eitthvað frekar frá Sorpu frá 12. september, svo ekki, þá hún lögð fram. Nú við eftir 2 fundargerðir. Það fyrsta, næst það stjórn skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. Ég held fund frá 11. september síðan. Ég gef orða laust. Rúna Bragi hefur orðið, gjör svo vel. Forseti, fulltrúar. Það fundargerð númer 368 í stjórn skíðasvæðis höfuðborgarsvæðisins. Eins og bæjarfulltrúum kannski ljóst að þá er ég kosinn fyrir okkar hönd, fyrir hönd Mosfellsbæjar til þess að setja þessa fundi. Ég langar að upplýsa hér í þessari pontu að þessi fundur haldinn 11. september og glöggir sjá að undirritaðir ekki þar á fundargerð. Var þetta haldinn annar fundur 18. september sem ekki hér inn á en kemur vantarlega næst inn til okkar. Undirritaðir ekki heldur þar á fundargerð. Það ekki vegna þess að ég vil ekki vera þar en þennan sama dag, 18. september, fékk ég tölvupóst það að viðkomandi starfsmaður stjórnar skíðasvæðanna hefði ekki haft tölvupóstinn minn. Þannig að ég var ekki boðaður á þennan fund. Hvorugan þennan fund. Þannig að ég vildi allan að það er upplýst hér að fulltrúi Mosfellsbæjar var ekki boðaður á hvorugan þennan fund. Hvorki þennan sem hér og þá vantarlega næsta sem kemur inn á bæjarstjórn eftir þörfur. Já. Vilja bæjarfulltrúar ræða hérna Sveinn Óskar, gjör svo vel. Forseti, ég hefði áhuga á kannski innsýn okkar fulltrúa í þessu málaflokki eða þessu samstarfi sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu skíðasvæðin. Hvort að Skálafellið verði gert hærra undir höfði varðandi meiri opnunartíma, lengri opnunartíma fyrir börnin, bretta aðstöðu og annað slíkt. Það er ekki eins og ég lít út fyrir að vera á bretti, það er frekar börnin mín, en það er nú það sem maður er að hugsa til.
en maður kannski kemst á skíði á meðan. En það sem að skiptir máli þarna að það virðist vera einhver svona áhöldu það hvar og opna hvenar, því að stundum gott veður bara hérna frá þegar ekki opið. Og þetta mönnun sjálfsagt líka sem var þetta, og mér langar bara að fá aðeins sýn ykkar. Það var eitthvað rætt þetta hérna í pólitíki fyrir kosningar, búið að ræða þetta, að efla þessa aðstöðu hérna og tíman sem opnunartíma fyrir krakkana hérna úr skólanum og koma þessu á meiri rekspöl þar sem að við þurfum þá ekki að fara niður í Mjódd og svo láta börnin fara með strætó eða rútu og svo framvegis. Þannig að börnin geti betur sinnt þessu hérna í næsta nágrenni við okkur. Þetta tilheyrir náttúrulega öðru sveitarfélagi, þetta KR með aðstöðu og svo framvegis. Við langar að fá þessa sýn á þetta atriði. Já, það var beint spurningu til þín, Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, þakka fyrir þetta. Eins og ég sagði kannski áðan þá hef ég ekki ennþá setið fund skíðasvæðanna, en það því ég veit lofar þér að Skálafell mun verða on top of mind hjá mér allavega, en hver veit nema maður beitir sig fyrir því að opna allavega fyrir sleðabraut, ég veit það ekki, en hérna ég myndi allavega halda það af því að Kolbrún hefur setið í þessari nefnd, þannig að hún geti kannski upplýst þá enn frekar, þar sem ég hef ekki ennþá setið fund fyrir hönd skíðasvæðanna. Já, Haraldur, gjörðu svo vel. Ég skal aðeins fara yfir hérna hvað hefur gerst í skíðamálum á undanförnum misserum. Það gerðist nefnilega mjög mikið í skíðamálum í vor, skíðamálum höfuðborgarsvæðisins, en þá var skrifað undir samkomulag allra sveitarfélaga sem standa þessum skíðasvæðum, meðal annars Mosfellsbæjar, að leggja 6 milljarða á næstu 10 árum í uppbyggingu á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins. 3 milljarða á fyrri tíma þess tíma, eða rúma 3 milljarða, sem þá til 2023 eða 4, ég man ekki alveg hvort árið það var. Þessir 3 milljarðar fara í margt. Þeir fara í að gera 3 nýjar lyftur í Bláfjöllum, endurnýja 3 nýjar lyfta í Bláfjöllum. Þeir gera ráð fyrir snjóframleiðslu í Bláfjöllum. Þeir gera ráð fyrir því að það verði sett ný stólalyfta í Skálafell. Þessi sem nú þar eldgömul og stórhættuleg. Það gerir líka ráð fyrir því að það sé sett topplyfta í Skálafell, það sé að lyfta fyrir ofan stólalyftuna upp á topp. Og síðan í seinni áfanganum þá gert ráð fyrir að geta hafist snjóframleiðsla væntanlega í Skálafelli líka. Þannig að þetta mun endurspeglast í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar, því í stað 5 milljóna í stofnframlög til skíðasvæðanna verða 24 milljónir, sem okkar hlutur í þessu tiltekna verkefni árið 2019, og þessi rúmlega 30 milljónir árið 2020 og eitthvað svoleiðis næstu árin. Þannig að sú ákvörðun var tekin, sem ég held að sé afar ánægjuleg, ekki bara fyrir skíðaíþróttuna almennt, heldur fyrir Mosfellsbæ og upphaf aftur Skálafells, að menn hafi orðið sammála það hér sveitarfélagi að byggja upp skíðasvæði með þessum hætti. Þetta er náttúrulega alveg byltingar, þetta verður algjör bylting á skíðasvæðan og sérstaklega líka Skálafell. Og það liggur bara í mínum huga í hlutarins eðli að þegar menn að setja svona mikla fjárfestingar í til dæmis þessar uppbyggingu Skálafelli, setja þar nýja lyftu fyrir 600-800 milljónir, byggja nýjan skála, setja topplyftu. Ég glemdi að segja frá því, það er líka byggja nýjan skála og gera betri aðstöðu fyrir bíla og laga veginn og allt þetta. Það gerist allt í röð, að þá náttúrulega hafa með opnunartíman að sjálfsögðu ekki bara svona stundum, heldur alltaf. Og þetta er líka gert í þeim tilgangi að geta nýtt bæði svæðin. Gott ef þau geta bæði verið opin í einu, en það vill bara svo til að veðurfarslegum aðstæðum, það er mjög ólíkt veðurlag í Skálafelli og Bláfjöllum, og það er oft hægt að hafa annarkvort staðinn opin. Og það er oft þannig þegar brjálæðið í Bláfjöllum með ágætisveður í Skálafelli, því að það bara snýr þannig fyrir vindáttum og líka öfugt. Þannig að þessi 2 skíðasvæði geta bakkað hvort annað upp, og með uppbygging á því þá verður þetta náttúrulega bara allt annað verkefni fyrir
fyrir rekstur þeirra og aðstöðu þeirra sem vilja fara á skíði hérna, og hægt að gera það þá líka miklu meiri það er ekki eins mikið háð veðri og vindum þegar að komin snjóframleiðsla bástaðar. Já, það er Kolbrún næst, Björn og Kolbrún. Já, forseti, mér langar einmitt að ræða stjórn skíðasvæðina, þá fundagerð og málefni Skálafells. Og ég hef verið alltaf brennum svolítið fyrir þessu verkefni og ég veit ekki hvort að það hefur sennilega ekki verið, allavega bæjarfulltrúar og annarsýrður hefur heyrt það mjög oft en kannski nýjir bæjarfulltrúar ekki, mögulega Stefán Ómar við aðrar staðir en hérna að við þreytumst seint á því við Mosfellingar að tala með Skálafelli, tala það upp í þessu samfélagi sveitafélagana og ég vil bara minna á það og svona segja frá því kannski í svona sögulegu samhengi eða hérna áður en ég held það hafi áður en ég kom hérna inn í þessa bæjarstjórn og hér á hrun árunum hér á Íslandi og hér á höfuðborgarsvæðinu þegar við vorum að róa hér lífróður og alls staðar áttu náttúrulega að loka á svona verkefni að þá börðust við fyrir því og við Mosfellingar með okkar bæjarstjóra Harald Sverrisson í fararbroddi og börðust fyrir því að Skálafellinu yrði ekki lokað endanlega þó að það verið opnað aftur öllu heldur og þannig að ég tek algjörlega undir orð Sveins Óskars bæjarfulltrúa M-lista sem það að við eigum að hérna, halda vel utan um Skálafellið. Þetta skiptir okkur miklu máli, alla mína grunnskólagöngu eigum ég á góða minningar þaðan úr skíðaferðalögum sem að farin voru hér á vegum skólana, Varmaskóla og þarna voru bestu stundirnar og okkur þykir mjög vænt um þetta fjall og við viljum náttúrulega halda því opnu og ég veit það að nú fyrrum stjórn skíðasvæðina á síðasta kjörtímabili þegar ég sat í þeirri stjórn og þessi stefnumörkun hófst að þetta er gríðarlega mikilvægt að við skildum hefja þessa stefnumörkun og að öll sveitarfélögin skildi samþykkja hana. Þannig að við erum búin að vera að leggja mikla fjármuni í innviði Bláfjalla af því að þeim var betur viðhaldið á þeim tíma þegar að ekki fékkst fjármagn til að gera allt það sem okkur langaði til. Þannig að Bláfjöllum var haldið við, svona svolítið með Skálafell kannski á hold á meðan. En núna er við búin að tryggja fjármagn inn í Skálafelli líka og við vinnum eftir þessari stefnu þessari stefnu sem var lögð í málefnum skíðasvæðina eins og bæjarstjóri var að lýsa hér áðan. Þannig að ég veit það að þessi bæjarstjórn mun örugglega halda áfram að halda utan þetta verkefni eins og við höfum gert áður og okkar fulltrúi mæti næsta og verður nú örugglega boðaður næsta fund sem ég veit að það verður gert. Takk fyrir. Já, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta er mikið fagnaðarefni að heyra þetta og ég þakka þeim sem að hafa haldið þessu á lofti og stutt við þetta. Það er alveg þverrpólitískt þegar maður hugsar íþróttir og skíði og annað slíkt. Þarna í Skálafelli hefur maður drukkið ófáan kakóbolla og nú með börnum sínum og allir rúndarnir upp í Bláfjöll og svo framins. Þetta er náttúrulega frábærar stundir og maður vill bara að stækkandi bæjarfélag fái notið þessa svæðis. Þetta er mjög fallegt svæði og það er fagnaðarefni að heyra það að ég fara að framleiða þegar illa árar í snjóbúskapnum að framleiða það á snjó og ég heyrði að bæjarstjóra ætti þá líka væntanlega að framleiða þetta í Skálafelli, er það ekki rétt? Já, það er náttúrulega alveg frábært og ég þakka fyrir þetta og ég er vissum að fulltrú okkar mun fylgja þessu fast eftir. Já, vilja bæjarfulltrúar ræða þessa fundagerð eitthvað frekar, það er að segja frá stjórn skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. Svo er ekki, þá er hún lögð fram. Þá er komið að síðustu fundagerðinni sem er fundur nummer 175 hjá Slökkvilið höfuðborgarsvæðis. Sá fundur var haldinn í Skógarhlíð 21. september síðastliðinn. Einhverjir sem vilja ræða þá fundagerð, svo er ekki, þá er sú fundagerð lögð fram. Það er eitt mál eftir að dagskrá sem heitir almenn erindi en áður en við komum að því ætlar forseti að gera stutt
fundarlið. Og við hefjum þá fund á nýju og það er hér eitt mál eftir, það sem kallar almenn erindi, kosning í nefndir og ráð. Það fer hér kosning fram í lýðræðis- og mannréttindanefnd sem er nýja nálinni og síðan er það yfirkjörstjórn Mosfellsbæjar og almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins. Þannig að ég mun þá þessi forseti bara lesa upp þessi nöfn og ég byrja á lýðræðis- og mannréttindanefnd Mosfellsbæjar sem er, eins og ég sagði áðan, nýja nálinni og þar er lagt til að hálfu vaflista komi Una Hildardóttir og verði formaður. Varamaður hennar verður Jóhanna B. Magnúsdóttir. Frá D-lista kemur Mikael Rafn Stingrinsson sem verður þá varaformaður nefndarinnar og aðalmaður í nefndinni verður Unnur Sif Hjartardóttir. Varamaður þeirra beggja, Mikaels og Unnar Sifjar, verða Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir og Fjalar Freyr Einarsson. Síðan kemur frá L-lista Margrét Guðjónsdóttir og varamaður hennar verður Sigurður Eggert Halldórsson. Frá S-lista er lagt til að verði Steinunn Dögg Steinsen og varamaður hennar verður Anna Sigríður Guðnadóttir. Eru tillögur aðra í þessa nefnd? Nú, það er ekki, þá lítið svo á að það sé samþykkt og náskvæmt þeirri nýju nefnd velferðnaðar, hún var væntanlega fundabrálega. En þá komið það yfirkjörstjórn og þar er lagt til að formaður verði Þorbjörg Inga Jónsdóttir og varamaður hennar verður Gunnar Ingi Hjartarson og síðan kemur Haraldur Sigursson og varamaður hennar verður varamaður hans verður Jóhanna B. Magnúsdóttir og þriðja lagi er það Valur Oddsson og varamaður hans verður Rúnar Birgir Gíslason. Tillögum einhver aðra í yfirkjörstjórn. Það er spennandi hvernig hún tekur til starfa, alltaf eftirvænting. En hún er allavega að koma enga aðra tillögur, þá er hún hér með samþykkt. Og að lokum er það almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins. Það er nú þegar verið afgreitt, var gert síðastliðið sumar, afgreitt einn aðalmaður í þá ágætu nefnd, Haraldur Sverrisson, og varamaður hans, Kolbrún Þorsteinsdóttir, það er nú þegar afgreitt. En Mosfellsbær er það með 2 fulltrúa og það er lagt til að hinn aðalmaðurinn í þeirri ágætu nefnd verði Valdimar Birgisson og varamaður Valdimars verði Sveinn Óskar Sigursson. Tillögur einhver aðra þar, þá líti ég á að það sé samþykkt. Þetta láðist að nefna áheyrnarfulltrúa í... Já, alveg rétt. Það er alveg hárrétt. Þakka fyrir ábendingunum. Það er hérna efst á blaði. Það er sem sagt að ræða áheyrnarfulltrúa í lýðræðis- og mannréttindanefnd og það er lagt til að það verði Karl Alex Árnason og varamaður hans. Það er ekki varamaður. Það er ekki varamaður. En áheyrnarfulltrúi Karl Alex Árnason tilnefndur á C-lista. Það er 2 sko. Það vantar hinn varamaður. Já, hinn áheyrnarfulltrúa. Já, heyrðu, þetta er alveg misskilningur hjá mér. Hinn áheyrnarfulltrúin er Örlygur Þór Helgason. Já, það var það rétt. Þess að svo þetta sé alveg á hreinu, það er sem sagt lagt til að koma hér 2 áheyrnarfulltrúar og þeir eru Karl Alex Árnason og Örlygur Þór Helgason. Einhver athugasemdir við það, þá lít ég svo á að þetta sé allt saman samþykkt og líkur frá þessum lið og reyndar er þetta síðasti liður á dagskráni. Og ég þakka bæjarfulltrúum kærlega fyrir fundarsökuna og segi fundið slitið.
Já.